Hefur þú einhvern tíma velt fyrir því hvernig sannur karakter þinn speglast í daglegu lífi? Oftast gleymum við að leita að sjónum okkar í skýjuðum heimi þar sem ytri aðstæður móta okkur. Við erum aðstæðubundin af ísum þáttum sem eru utan okkar stjórn og í þeim ástandi er auðvelt að missa sjónar á því hver við erum í grundvallaratriðum. Þó að fyrirgefning, kærleikur og hluttekning séu okkar leiðir, skulum við muna að dýrmætt peyja hverfa ekki, heldur skapar hún ljósið sem við leitum að. Hvernig getum við þá fundið þetta ljós í lífi okkar? Þegar við hugsum andlega umbreytingu er gott að snúa sér til skrifa Ellen G. White. Hún greinir nauðsyn þess að ígrundun og úrvinnsla séu hluti af okkar andlega ferðalaga. Í hennar skrifum finnum við ýmislegt sem hvetur okkur til að skoða innibli okkar og leita að því sem er okkar sanna sjálf. Hvað veldur því að við metum okkur á þann hátt sem við gerum? Erum við að búa til sjálfgefna ímynd sem er í samræmi við þau væntingar og kröfur samfélagsins? Í ljósi þessara spurningar getum við dýft okkur inn í skrif Ellen G. White og þessa guðfræði sem lýsir heilugum lífsstíl. Hún kallar okkur til að vera í samhjómi við Guði þar sem sérhver ákvarðantaka verður endurspeglað af þeirri trosti sem við höfum í honum. Það er kallað fram að við viljum hefja nýtt ferli þar sem við leitum að innri samhjómi og hljótt umhverfi. Hver er þá leiðin að þessu samhjómi? Við þurfum fyrst að skanna innra hjarta okkar, greina hvers konar tilfinningar og hugsanir búa þar. Hugaðu að því að við erum ekki ein í þessum ferðamómentum. Guð er alltaf við bakliðina okkar, tilbúin að leiða okkur. Gerum okkur grein fyrir því að við erum ekki einungis sköpun félagsins, heldur einnig sköpun Guðs. Hvernig er það að líta inn í sjálfan sig með þeim augum? Þetta er mikilvæg spurning sem getur leitt okkur til dýrmætara andlegs lífs. Við skulum því leyfa Guði að móta okkur, en til þess þurfum við að opna hjörtuð okkar og skynja hvernig við getum öðlast þessar dýrmæta tölulegar margar færni. Þótt að við séum umkringd af óvissu, viljum við geta fundið dýrmætt hjálp í íhugun og bæn. Þetta skapar umhverfi þar sem Guð getur unnið í gegnum okkur. Hvernig komumst við frá eðlilegu daglega lífi yfir í þetta andlega ríki? Þetta ferli felur í sér að við lærum að treysta á góðu frelsaran sem er með okkur í hverju skrefi. Þegar við hugleiðum þessar hugmyndir er mikilvægt að við stöndum á traustum grunni. Ekki gleyma að við höfum hlutverk í að útfæra þessar biblíulegu sannindi sem gerur okkur kleift að lifa lífi sem andlega öflugt og frjótt er. Næst skulum við skoða hvernig þessar hugmyndir geta varðandi okkar daglega líf og þær breytingar sem við gætum þurft að gera. Í ljósi þessara orðana treystum við á að Guð leiði okkur inn í dýrmætari framtíð þar sem okkar sanna sjálf getur verið útfært. Búum okkur til andlegt umhverfi þar sem kærleikur, fyrirgefning og hluttekning renna í gegnum beina ferla okkar. Þegar við skrefum inn í þessa aðstöðu munum við finna að sköpun sem við leitum að er nútímaleg, sterk og hvað sem er dýrmætt tekur fullbleit og byrjar að blómstra. Munum við þá kalla á hinn heilaga anda til að leiða okkur á þessum viðkvæmu vegferð? Sannur fríður mun ekki aðeins vera hægt að finna, heldur líka gefa okkur nýtt líf sem við erum öll hvött til að sækja okkur. Í ritum Ellen G. White sjáum við ríkulegan boðskap persónulega umbreytingu. Hún vísar til þess að trúin okkar þarf að fletta ofan af því innra í okkur. Fyrirgefning og frelsi eru ekki annars orð, heldur nauðsynleg tilfinning sem við þurfum að lifa í. Þau eru eins konar lyftu sem lyftar okkur úr myrkrinu og inn í ljós Guðs. Í Efesíum 4, 22-24 lesum við að við eigum að hreinsa af okkur þann gamla mann sem er breytt í hégóma og klæðast nýjum manni sem er skapaður samkvæmt mynd Guðs. Þetta er ekki bara ferli, heldur eins og innri umbún sem við vöndum okkur. Við erum stöðugt að eyða gamla virka sjálfinu og klæða okkur í nýtt, þar sem eining okkar við Krist er forsenda þess að breytast í meira en við höfðum áður verið. Biblíulegu sannindirnar eru styrkur okkar á þessum umbreytingarferli. Þær veita okkur nauðsynlegan grunn. Guð hefur ekki bara gefið okkur líf, heldur líka leiðbeiningar hvernig að lifa því, og þessar leiðbeiningar eru skráðar í heilögum litningum.
Þegar við lesum Biblíuna, finnum við hagnýtt mannlegt veðurfar sem kallar okkur til að hugsa rætur þess sem skapaður var. Ellen G. White útskýrir að breytast í Kristi krefst okkar deildu trausti til andlega leitra ákvarðana þar sem boðskapur Guðs speglast í hjarta okkar. Það ekki aðeins verkefnið hóðar, heldur einhvers konar andlegt sköpun sem eiginlaust í boði Guðs. Hvað ofurleglegt úrræði þegar við hugsum hvernig hægt að beita þessum biblíulegu sannindum í okkar daglegu lífi. Við höfum val að yfirgefa okkur skugga fortíðar og greiða leið nýjuri frægð. Hvað gerist þegar við nálgumst annað fólk, þegar við tókum okkar frásagnir? Erum við að gefa þeim kærleika, fyrirgefningu og nánd eða að dýfa í ofurmegin okkar? Það mikilvægt fyrir okkur að gera okkur grein fyrir hversu djúpt þessi umbreyting getur haft áhrif á líf okkar og líf annara. Eitt af sterkustu verkfærunum sem við höfum í okkar sköpunarferli bæn. Bæn ekki aðeins hefðbundin athöfn, heldur hún ein af dýrmætustu tengslum við Guð. Þegar við heyrum eyrum okkar í okkur, heyrum við hvaða skírskotun Guð gefur okkur, dansandi í hjarta okkar og hjálpa okkur í mótlæti. Ellen G. White talar að bæn sé að veita sjálfum sér ákveðið innra andrými þar sem við getum sótt leiðsögn Guðs. Með því að leita hjálpar í þessu forþjóðum munum við finna trausta leið til að takast á við erfiðleika í lífi okkar. Þessi trygging Guðs gefur okkur frið, jafnvel í stormum hversdagsins. Það þegar í gegnum bænina sem við finnum oft svar, jafnt í jákvæðum sem neikvæðum aðstæðum. Það þegar í gegnum bænina sem við finnum oft svar, jafnt í jákvæðum sem neikvæðum aðstæðum. Að taka skref í átt á Guði felur í sér að horfa á okkur sjálf í nýju ljósi. Þó svo að við leitum að innri friði mikilvægt að við skoðum traust okkar á góðu frelsaranum. Ekkert of smátt fyrir Guð að leysa úr og ekkert ástand of erfitt fyrir hann að breyta. Ellen skrifar að þegar við kærum okkur að kalla á hjörp hans, eigi hann að senda trú á í núverandi samfélag sem enn af safna kvölum. Þetta tákn okkar innri umbreytingu. Við verðum að vera opnir fyrir inngripum Guðs því það getur leitt okkur í átt að dýrmætum sögulegum sigrum. Mundu að við erum ekki ein í þessari vegferð. Þó við séum vissulega áskoruð af aðstæðum, þá erum við samt sem áður boðberar kærleikans, leiðtogar sem krafðist þess að leita til Guðs hjálp og leiðbeiningu. Leyfðu Guði að sýna þér hvernig að breyta sál þinni í nauðsynlegan frið og trúu á sjálfan þig. Samtímis verðum við hvatt að enn frekar stíga inn í vínilinn því fullkomin frelsæi nokkurt nátensl við þig. Stundum gætu við verið freistaðir til að draga okkur í hlé, en þetta ekki okkar kall. Við erum kallaðir til að vera ljós fyrir aðra og þegar við opnum hjörtum okkar fyrir Guði, leiðir hann okkur til þess að beita blessunum okkar til að lyfta öðrum. Hver svipting sem við finnum í okkar andlegu hvöt tækifæri til að dýfa okkur niður í öndvegi Guðs, þar sem kærleiki hans flæðir eins og ár sem gefur líf. Svo spurningin, hvernig sköpum við þetta rými fyrir Guði? Með því að stunda íhugun, bæn og að leita eftir skilningi á orði Guðs verðum við að skapa breiðan grunn fyrir þessa dýrmætni. Hvernig komumst við að því að okkar daglegu ákvarðanir spegla vilja Guðs? Með því að hugsa áhrif okkar á aðra og leita leiða til að styðja og hvetja hver aðra, förum við að taka skrefin í átt að því að vera dýrmælt verkfæri í Guðs hendi. Í þessu ferli erum við líka að læra að endurnýja trú okkar. Hver degi, hver einasta stund, þá höfum við tækifæri til að efla trú okkar og leyfa Guði að vera miðpunktur lífs okkar. Lítum í helgidóminn og skiljum að í endurbótum okkar verður kærleiki okkar skírskotun okkar fyrir aðra. Við verðum að vera ljós í rökkri þar sem andlegur kærleiki Guðs leiður okkur inn í nýtt líf. Og þannig veitum við von á þessum vegi sem leiður okkur í nærmynd þess kærleika sem við erum öll að leita. Að lifa í andlegu lífi okkar felur í sér annað hagnýtt skref, að beita kærleikanum á þann hátt að hann leiðir til breytinga í daglegu lífi miðað við vilja Guðs. Hvernig gerum við þetta? Við verðum að vera vakandi fyrir tækifærum sem krafist fyrir okkur að breyfast kærleikan. Ellen G. White minnir okkur á að í hverju einasta skrefi okkur gefin tækifæri til að sýna náungakærleik.
Þar sem kærleikurinn viðbrögð okkar við aðstæðum, lærum við að hugsa hvernig árangur okkar í lífinu, spyr ég spurninga eins og hvernig get ég verið betri maður eða hvernig get ég hjálpað öðrum í þessum erfiðu tímum. Þegar við virðumst að veita öðrum stuðning, erum við í raun að gera okkar best til að framkvæma vilja hans. Það svo fallegt að hugsa þessa hugmynd. Hvað ef öllum okkar ákvarðunum væri beitt kærleikur? Hvað ef við tækjum okkur tíma til að hlusta á sögur annara, að miðla af okkar reynslu og að gefa þeim styrk í stað þess að gagnrýna eða dregast í hlé? Þegar við skiptum sjónarhorn, loða þetta kærleiksfull hugmynd að líf okkar sé í raun dýrmætt þjónusta við Guð. Það skiptir ekki máli hvernig verðlaunin eða hversu stórverknaðinum við sýnum samkennd. Það skiptir máli hvernig við náum til annara. Með því að koma fram við náungan okkar, hvetjum við þá til að leita að eigin andlegu vexti. Þannig fáum við tækifæri til að veita von, jafnvað að hún sýni sig í mismunandi formi. Nú skulum við skoða hvernig þessar hugmyndir kærleika og þjónustu samspila í daglegu lífi okkar. Það ljóst að skiptar aðstæður og erfiðleikar geta verið stór hindranir, en árangur kemur ekki að því að sitja kyrrum. Við verðum virkir, leiðandi í trausti á Guði, í að byggja upp gapin sem milli kærleika okkar og þeirra sem við þjónar. Það getur verið í formi að veita hjálp, efna til samfélagsþjónustu eða jafnvel að skrifa stuðningsbréf til einstaka sem í þörf. Ellen G. White talar að þegar við elskum Guði, viljum við þjóna náungum. Þessi leið segir okkur að ekki sé nóg að segja að við elskum Guð. Aðgerðirnar okkar verða að endurspegla þessa ást. Engin aðgerð of lítil til að setja kærleika í framkvæmd. Hér örvan bænina okkur. Hún kallar okkur til að þjóna á þann hátt að við gefum hlut af okkur sjálfum og opnum hjörtu okkar fyrir þeim sem í neyð. Þegar við stöndum frammi fyrir aðstæðum í lífi okkar, mikilvægt að minna okkur á hversu dýrmætt okkur hefur verið tilboð Guðs. Í Guðs ljósi skynjum við að kærleikurinn dýrmættur og að þegar við leyfum honum að leiða okkur, munum við sjá hvernig lífið tekur á sig nýja mynd. Hvernig getum við verið það ljósið sem gerir þessar breytingar mögulegar? Með því að gera okkur grein fyrir því að með því að deila kærleikanum, kærleika Guðs, getum við einnig deilt fríð, von og styrk. Þegar við skipulögðum daglegt líf okkar, skulum við spyrja okkur: hvernig get ég verið til staðar fyrir aðra? Hvernig get ég skoða daginn í ljósi Guðs? Með þessum spurningum í huga sköpum við dýrmætt rými fyrir Guði, rými þar sem kærleikur, yndi og samkennd flæða. Þannig veður dagsins ekki aðeins litið á sem álag, heldur sem tækifæri til að stækka hjört okkar. Í þessu ljósi munum við finna leiðir til að taka þessa kærleika og hugrekki út fyrir veggi safnaðana okkar. Hvernig getur þetta endurspeglast í samfélaginu? Með því að deila boðskapnum, rækta kærleika og efla einingu byggjum við að kynslóðum kærleiks, friðar og lýðræðis. Svo skulum við átta okkur á því að við ekki ein. Andleg vöxtur okkar tengist okkur öll. Þetta samfélagsverkefni. Við hér til að styðja hvert annað, efla hvert annað og vekja fram betur. Leyfðu Guði að umbreyta þér í kærleika sem skapar breytingu, sem starfrækt í þeim einföldu en svo mikilvægum leiðum að veita frið og von í hversdags lífi okkar. Þegar við samkvæmt þessari trú, þá munu erfiðleikar okkar smám saman hafa lítið að segja og við munum finna frelsandi frið í þjónustunni okkar. Íhugun og bæn grunnstoðir í okkar andlega lífi og við kölluð til að leyfa þessum þáttum að blómstra í okkar daglega venjum. Þegar lífið færir okkur áskoranir eða þegar við finnum fyrir streitu, skulum við leita til Guðs í íhugun, leyfa honum að fylla okkur með friði og gleði. Orð Guðs hálfgerð örugg heimili, staður þar sem við getum leitað skjóls og næringar. Í Psalmi 21 segir: Máltíð mín kemur frá Drottni, hann mín bjargvættur. Þetta ámynding að við eigum ekkert að treysta á eigin mátt, heldur að treysta á Guð sem að lifa hjá okkur í öllum aðstæðum. Við verðum að þora að mæta skýrtum breytingum, að losa okkur við það sem ekki þjóna okkur lengur og viðurkenna að aðeins með Guði getum við auðvelda nýjar leiðir.
Þetta ferli tekur tíma og gerist ekki yfir nótt. Það krafist þess að við óttum mesti aftur í rétta ástand og leifum þeim vanabundnu hugsunum að hvarfla getn. Þess vegna er mikilvægt að við rækta hugsanir okkar, svo við séum fyrirbeitt og heitbólandi í kærleika, rétt eins og að gefa fræ í jörðina og treysta því að það komi að nýju tré. Lífið er snúið og við vetum að í erfiðum tímum er algengt að leita að ytri auðlindum, en við þurfum að muna að undirstaða okkar er andleg. Þegar við skulum ákveða að breyta viðhorfi okkar, auka kærleikan og hugsa að stunda velvild í garð annara, þá birtast ný sjónarmið. Dvalið við þórum á hverju einasta erfiðu augnabliki og leyfðu Guði að skrifa nýjan kafla í líf okkar, þar sem kærleikið hans er leiðarljós. Einn mikilvægasti þátturinn við að leita að þessum andlegu mörkum er að hlusta á kall Guðs. Hvernig getum við sem einstaklingar sameinast í að gera kærleikan sýnilegan í okkar samfélagi? Ræddum áróra það að enginn sé of lítill, en þegar öll höfum við hlutverk í því að bjóða stuðning og ást, þá förum við að mynda keðjuverkun kærleika. Við verðum að spyrja okkur, hvernig getum við verið hliðhollir í að veita nángakærleika í gegnum smá atriði? Hvernig getum við gefið af okkur tíma til að hlusta og umvefja pastirnar afbæmunar þeirra andlegu sálrænu leyndardóma? Ellen G. White útskýrir að hugleiðingin nángan er ekki bara hugsun, heldur aðgerðin sem leiðir til gjörða. Við verðum að binda okkur í kærleika samþykkt, hvort sem er að ræða að veita hjálp, hlusta á sögur eða vera einhver staðar þegar aðrir kalla. Þetta kallar á okkur að setja okkur áskoranir. Vilt þú haldast eitthvað sem er annaðhvort að framkvæma stöðugar til að láta okkur starfa? Að bera ábyrgð á hugum okkar getur einnig verið skref til að opna dyrnar að bjartari framtíð. Þegar við höfum leitað hlutverks okkar og lítum á aðrar manneskjur sem parta af okkar sögu, sjáum við hvernig kærleikurinn leitar fyrir okkur að dýrmætum áttum. Við skulum vera meðvituð að kærleiki Guðs tekur á sig marga myndir í lífi okkar, hvort sem það er í smáatriðum eða stórum aðgerðum. Nú þegar við sköpum þessar tengingar í hjartanu, þá erum við að sameina alaferðum andetsjam. Hversu oft hefur Guð reitt sig á árætni okkar í þjónustu? Vorum við opinjónið af snertingu Guðs til að tala smáfinna í erfiðum aðstæðum? Þegar við tökum þessa ábyrgan þátt í líf okkar, leggjum við akkerið að þessu kærleikari í starfi. Við skulum ekki gleyma krafti bænarinnar í þessum aðstæðum. Jeremía 29:11 minnir okkur á að Guð hefur góðar hugsanir okkur og í því fellast engar illsla. Með því að huga að þessum orðum geturum við treyst því að allar aðgerðir okkar hafa tilgang. Oft erum við svo upptekin af skorti eða hömlum lífsskylda að gleymum við hvernig við getur fengið dýrmætt seikilda bætt líf okkar og annara. Í huga okkar munum við einnig sjá að þetta snýst ekki aðeins okkur sjálf. Þeir sem vakna til að breyta í kærleika verða til neyðartöku í sinni lífsögu. Unga fólkið okkar, eldri, allt, smán saman, meðal eða ungra. Samtölin okkar, ef við berum kærleikan fram, eru dæmi hvernig við sýnum kærleika fyrir okkur. Lífið er ferðalag og hver dagur er nýtt tækifæri. Það skiptir máli hvernig við nálgumst hvert skref. Við verðum að vera umburðarlynd, treystandi beturkvinn, ef við viljum vera brosandi sem lyftum til að veita einstaklega mikilvægt ást. Tími okkar er dýrmætur, en þegar við veitum hann, veldur jétta skynjunin hvernig kærleikurinn, eins og hönnuður orðna, rekta. Vertu vakandi fyrir aðstæðum, verið óhræddur að kalla út krafir, fáið ný aðferðir í viðbrögð. Leiða aðra með kærleika, efna orðum í píslasögum og skreita nægjandi orð. Gerðu sjálfar virkar, opið sem aðrar á og taktu opið flesta ástand. Því mun kærleikurinn flæða, breiðast og blómstra í hjörtum þeirra sem eru í þörf. Aftur, þessi aðgerðir verða sér fyrst og fremst til þess að afla nýjar upplýsingar. Í lokinni þessar hugleiðingar skulum við sameinast í því að þakka Guði fyrir þann kærleika sem hann sýnir okkur á hverjum einasta degi. Verið berum okkur í kjölfar, en nútíminn skiptir öllu máli til þess að veita öðrum aðstoð, kærleika og sálarró.
Það í þessar aðgerðir sem við munum skynja að við erum hálfs ekki að byggja, heldur í kvaldið listrendum kærleikasins. Hver einstaklingur getur brjótast út í dýrmættiru lyklaverk, þáttökunar, kærleika Guðs. Kannski þetta fyrirmyndin, hliðareiginleika í þessari þjónustu. Lífið ómæld möguleikar og með Guði erum við alltaf á réttri leið. Við skulum ekki gleyma mikilvægi þess að leita kærleika, vera tilbúin í að veita fríð, von og samúð í öllum aðstæðum. Þegar við leyfum Guði að vinna gegnum okkur, mun líf okkar aukast og þróast í stað þess að stagnast. Munum, kærleiki leiðarljós í því að leiða öðrum. Í þessu verður kærleiki Guðs sjáanlegs í okkar lífi. Að lokum, þegar við huga að þessu öllu, mikilvægt að við komum saman í bæn og í íhugun. Förum inn í dýrmætt rými þar sem við finnum frið og kærleika Guðs. Í Mattheusarguðspjallinu segir Jesús: Komið til mín allir þér sem erfið eruð og hólpin, og ég mun veita yður hvíld. Þetta kall til okkar að leita til Guðs og gefa honum þingslin okkar. Hann vill að við legðum af okkur áhyggjur og treystum á hann í stað þess að reyna að bera allt á eigin herðum. Í þessum bænartímum munum við ekki aðeins finna hvíld, heldur einnig hugrekki til að takast á við áskoranir með ánægju í sál okkar. Leyfum okkur að hugsa hvernig bæn getur breytt sjónarhorni okkar. Þegar við biðjum fyrir öðrum til dæmis, leiðir það ekki aðeins til þess að þeir fái fríð, heldur einnig til þess að við sjálf verðum hulti af aðgerðum kærleikans. Við verðum ættingjar af kærleika Guðs. Því meira sem við gefum af okkur, því meira viljum við vera þáttakendur í guðlegu starfi. Hugum að þeim kostum sem bæn hefur, hvernig við getum skapað tengsl við Guð. Skapa mátt sem ekki aðeins öðlast breiða stofnun, heldur einnig hjálpaði okkur að sigrast og erfiðleikum. Liggið í fríði, enska vittmæti nálgast orð Guðs með því að finna áskorun. Auk þessa verðum við að hugsa hvernig bæn getur fært okkur nær Guði, útkveikurinn breytti í kærleika. Í Rómverjabréfi 8:28 lesum við: Og vitum að allt vinnst þeim til góðs, elska Guði, þeim eftir ákvörðun hans kallaðir. Þeir sem treysta Guði við að mætust til breyta. Þegar þær hugsanir verða að veruleika, erum við að byggja upp samverkið. Þannig verum við betur undirbúin að hitta náungann okkar. Kærleikurinn býður upp á hlýju og umhyggju, og því verðum við að hugsa hvernig við getum auðgað líf annara. Í gegnum hugleiðingu okkar getum við líka orðið ljós í samfélaginu. Aldrei skulum við gleyma að það okkar ábyrgð að deila kærleika Guðs með öðrum. Hvernig getur þetta krafist okkar? Það að kalla á að vera virkari, að taka þátt í þeirri uppbyggingu sem einhver staðar nú að skila. Í Jesaja 61:1 segir: Drottinn Guði mér gefið að tala góðar fréttir að fátækum. Við megum ekki láta skapara verða ábyrgð á okkar, heldur leyfa Guði að leiða okkur í þjónustu. Þegar við göngum inn í þessa þjónustu, skulum við spyrja okkur: hvernig get ég verið hliðhollur í þeirra þörf? Ekkert væga meira en að beinast að því að veita öðrum, hvort heldur sem það sé í gegnum orð eða athafnir. Það í slíkum aðgerðum sem kærleiki Guðs verður sýnilegur, stórkostlegur hluti að lífa í Guði. Engin spurning að orðir kærleika þjöðum í ríkisstjórn skapar. Það í þeim augnablikum þegar við komum saman í bæn, í samveru, í fjölskyldum, þar sem kærleikurinn virkar. Jesús Kristur hefur viðurkennt að það sé starfið sem skiptir máli, ekki hvort við erum niðurstöðum eða í lok. Það þegar reglulega festing þeirra verðlaun og við munum njóta fríðar í þágu hans og við munum finna sálarró hvort sem það meðal fólksins í okkar fjárhagsáætlun eða í þeim fákna sem okkur leiðbeint. Fyrirgefning líka mikilvæg í þjónustunni. Þegar við fyrirgefum, þá sköpum við frið og kærleika. Við munum að slíkar aðgerðir krefjast þess satmyndar sem lokar ófriði í hjarta okkar. Það má að segja: kveitti þú heitt skín ef þú býður aðra að gleymast, en enginn að bjarga einu sinni. Þannig virkum við í kærleika Guðs til annarra. Við að kalla þá inn í hlutverk sem ferli til tengsla stimláði þau lafind. Þannig skiptum við betri aðgerðum, leiðum í þágu annarra.
Lífið lífsferlið sem skiptur máli hvernig við eigum að huga til þess. Með Guði auðveldar vegna kærleiksins sem við fyrirgefum, þannig nýjar leiðir eru fylltar af gæðum frelsaranda. Það engin skálin á að þringja, ekki vera að veita ábyrgð af hverju við viljum nýta kærleikana hugdjart og hvernig við elskum. Loka markmið okkar þarf að vera rækta kærleika okkar í orðið, í bænum og í aðgerðum. Það skiptir máli að lífa með hjartanu og það alltaf skref í rétta átt. Guði sé lof fyrir kærleika þinn, fyrir að vera ljósið í lífi okkar. Í öldungabrefinu segir, það ást sem þumir og afhyggur það sem snertir. Þegar lifðarverurnar krefjast, við skiptum kærleikin, maki alltaf djúpa blessun í okkar daglegu lífi. Leifðu grár fyrirmynd, annars sluggu kærleikarnir. Ég mun bjóða upp á leið sjálfur, skiptir máli í því að lífa hjá, að bjóða öðrum kærleika meðan við gerum aðgerðir. Berum drottin að koma í kjölfari við frelsara kallsins, því við eigum að líta á sálirnar á þeirri vegferð kærleikans. Hverji það skiptir máli hvernig við nærum okkur eigum okkar. Þar blómstra í friði, þeim dýrmætum verðum skiptum þeim. Lífið hefur svo margar gjafir að veita. Leifum okkur að hlusta á hinn innra síman, vera virk og eysir aðgerðir sem sköpum og veita þessum kærleika. Takist á hringinn, bjóðum samkennd og hverju begið einn Guðs, gefðu okkur fórn og honor til hvalmunar. Vegna þess að kærleiki Guðs okkar dýrmætasta gjöf, leifðu honum að leiða trúarflæðið fjörljótt í mark frelsunar. Amen. Þegar við hugsum kærleika og áhersluna á þjónustu, mikilvægt að minna okkur að kærleikurinn ekki einungis orðin, heldur það gjörðir okkar sem sýna þann kærleika. Í Hebreabrefi 6:10 lesum við: Því að Guð ekki óléttvíkur að gleyma verkum ykkar og því að sýna kærleika ykkar sem þér hafið sýnt í nafni hans, þér hafið þjónað heilögum og þjónað hann. Þessar línur minna okkur á að Guð metur ekki aðeins hvað þeir segja, heldur einnig hvernig þeir lifa. Hver athöfn, hversdagsleg, leið til að framkalla kærleika í okkar veruleika. Þar sem kærleiki andlit Guðs í heiminum, eigum við að spyrja okkur, hvernig getum við í okkar eigin smáu aðgerðum komið kærleikanum til skila? Það getur verið einfalt eins og að opna dyrnar fyrir eitthvað, bjóða upp á aðstoð við falleg verk eða bara standa frammi fyrir öðrum með hlýju og þolinmæði. Kærleikurinn gerir okkur að betri manneskjum. Hann hvetur okkur til að sjá hina í nýju ljósi. Hverju við þurfum að gera má gerast hluti af því sem við viljum svo heitt að tryggja. Lífið fullt af hlutum sem hætta á að fjarlægja okkur frá þessari hlið á því, en fyrst og fremst skiptir máli að við verðum næmari. Hvað það sem hindrar okkur í að gefa okkur til annara? Áhyggjur okkar, mikilvægi, skömm eða einfaldlega geðrand ástand? Við verðum að styðja hvort annað í umhyggjunni, hvort sem það í bænum, í hugsunum eða í skrefunum sem við tökum til að hvetja niðurstöður. Kærleiki felur í sér frelsi, frelsi til að bera ábyrgð og sýna öðrum. Í Efesusbrefi segir, spegilertu hljóðni, tjá að vekja kærleikan. Kærleiki kallar okkur til að sjá hverju við getum gert fyrir aðra, ekki aðeins það sem við getum fengið út úr sambandi. Þegar við sjáum til annarra, við að mæta þörfum þeirra sem í ríkari skilningi á kærleikanum okkar. Kallaðu fram verkfæri kærleiksins, dásamlegt hugarfar, allt sem kallar á smáum sigurum í lífi fólks. Ekki láta óttan hæfa því sem þú hefur að bjóða. Hver og einn okkar ber við hversdagslegar áskoranir, en við getum fundir eitthvað í kringum okkur sem þyrstir í kærleika. Eitt af þeim hágildum sem við getum aldrei gleymt að leiða aðra til að finna fyrir leyfingu. Hvað ef þú sækir dýrmætt huglenda, býður þeim upp á dýrmætt gögn eða hlúið að hjarta þeirra, hvernig glóir kærleikurinn þá? Þannig verðum við kraftur sem mútar lífi allra okkar. Kraftur kærleikans breytir vegum okkar. Í orðum 12:10 segir, vera rétt við náunga þinn. Sá kærleikur til staðar í okkar innsæi, í huga fólksins. Leggjum hönd á, ef við treystum á, berum vottum einsleitandans efning. Það kallast á okkur að hugsa, að breyta, að skynja hjartans krafðir í þessu. Dýrmætir kynnast hitt sinnu, þegar gvíðir treyst fyrir fyrsta kalla.
Að bera vitni kærleika Guðs ekki aðeins að vera sterk, heldur felur einnig í sér að við sjáum þessar aðstæður í samfélagi okkar. Þegar við rekum á heppni heima, eða öll krafan og erfiði samstarfsmaður, framkvæma kærleiki okkar hefur áhrif. Hvernig sköpunin og sérhyggjan viðhaldast krafðir léttum fyrir ljósi. Hvert augnablik ekki auðvelt, en kærleikurinn gefur okkur eina nýtt tækifæri. Nú skulum við fletta að öndun kærleiksins út í okkar bæn. Leyfið friðinn að hafa forréttindi, við sem munum leiða okkur í bæn vinar. Leggjum höfuð á heima, kveikja fríður og kærleika, hreinar hugarnir okkar, fyrir samfélag kalla og kvenna sem óttast aðstælurnar. Þegar við biðjum verður sameining kærleika okkar. Í nútímanum berum við ábyrgð. Við erum boðberar kærleikans fyrir næsta kynslóð. Skulum nýta þess þegar þú leggir svipinn í húfurnar, ríkjandi í andlegum gildum, hvernig einstaklingar hafa vaxið. Við skulum vera ókom og lítum fram á það. Kærleiki og þjónista þýðir ekki annað en að bendla vitund okkar, eða að spyrja hvernig sköpun við heilsufar frá því á sálum okkar að snúa. Í lok einnar hverrar hugleiðingar skulum við allt aftur minna okkur á að kærleiki Guðs í öllu. Þannig hefst nýtt draumur, ný lögmál lífið. Þótt ástæðan sé hættu, eigum við að greina, skulum vinna að því að ætt tjá kærleika hreinsað. Allt í von. Guði sé lof. Við skulum verða ljósið í þokunni, bjóða upp á umhyggju, hina heitu hæfileika og búa einstaklingsvæn. Leiftu kærleikanum að flæða og eigi að veita kemur. Það dýrmætt þjónista sem ætlar að hrinda okkur undan skugganum. Amen. Kærleikurinn eins og ljós sem skín í myrkrinu, leiðarljós sem leiðir okkur í gegnum erfiðu tímabilin í lífinu. Þegar við stóðum frammi fyrir áskorunum, hvort sem í persónulegu lífi eða í samskiptum við aðra, mikilvægt að muna að kærleikurinn okkar ein leiðin til að breyta aðstæðum. Hver gjöf kærleika, hvernig sem hún birtist, getur verið til þess að breyta veruleikanum og skapa ný von. Þegar við berum ábyrgð því að vera boðberar kærleika í nútímanum, við að skapa brú yfir kynslóðirnar. Með því að sýna kærleika, nánd og samúð í daglegum athöfnum okkar, veitum við fyrirmynd fyrir þá sem koma á eftir okkur. Það nauðsynlegt að við táknum þær gildi sem við viljum að þeir tilengi sér, ekki aðeins með orðum, heldur með gjörðum. Það ekkert sem getur verið dýrmætara en að úthella kærleikanum, gefa af okkur og sýna að við stöndum að baki hvert öðru. Í Jesaja 58:10 segir: Ef þú breytir í rein fyrir hungruðu og gefur þeim sem þarf á að halda, þá mun ljós þitt skína í myrkrið og myrkrin þín verður eins og hádegi. Kærleiki sem viðbragð við þörfum annara kærleikur sem ber árangur. Þegar við stundum saman í bæn og stuðningi, verður samstaðan okkar að háleitu ljósi sem skín í heiminum. Í þessari samveru við að mynda áhrifaríkt samfélag, að sýna öðrum að þegar við gerum okkur grein fyrir kærleiknum, breytum við lífi okkar og þeirra. Það okkar forréttindi að bjóða öðrum upp á kærleika, að vera hvatning í daglegu íveru þeirra, jafnvel þegar það krefst þolinmæði eða skilnings. Kærleiki ekki alltaf auðvertur, en hann alltaf verðmætur. Við leyfum honum að vinna á dýrmætum og einstökum hátt, því við vitum að kærleika okkar getur einungis breytt öðrum, heldur einnig okkur sjálfum. Að biðja líka kærleiksfull athöfn. Þegar við biðjum og kyngum hugsunum okkar, við að opna okkur fyrir Guði, gefa honum aðgang að hjörtum okkar. Bænin vegurinn sem við getum farið til að efla tengslin okkar við hann og þar með við aðra. Þegar við biðjum saman, við að skapa andrúmsloft kærleikas sem umlykur okkur. Í Janúar 15:12-13 segir Jesús: Þetta mitt boðorð, að þér elskið hver annan eins og ég elskaði yður. Enginn á að hafa meiri kærleika en þann að leggja líf sitt niður fyrir vini sína. Hér hefur kærleikurinn dýrmætara gildi. Það viljinn til að fórna sjálfum sér fyrir velferð annara. Hver og einn okkar getur orðið boðberi þessa kærleika.
Við megum treysta því að áhugi okkar fyrir öðrum skapar pláss fyrir Guðs kærleika að flæða okkur. Í þessari kraftmiklu ferð kærleikans einfaldlega ekki pláss fyrir neikvæðni. Við verðum að fylgja kærleikanum hverju sinni og mótast af því. Í fortíðinni blasa við okkur margar áskoranir, en þeim snúið á auga. Hvort sem það jafnvel í mennska, í alþjóðlegum málefnum eða í nærum hverfi okkar. Við verðum að bjúra nýja sýn á hvernig við getum starfað saman, bæði sem einstaklingar og sem samfélag. Ást okkar getur útrýmt skömm og andúð. Kærleikurinn leiðin til að framfylgja því sem við erum kölluð til að gera, hvernig við axlum ábyrgðina fyrir sjálfum okkur, fyrir líf annarra, fyrir því sem skiptir máli. Það eru til endalaust tækifæri fyrir okkur til að hjálpa, veita og sýna öðrum kærleika. Að tengja okkur inn í samfélagið okkar með kærheita og bón. Síðan, þegar að kveldi kemur, munum við kveðja hugan til stillu, í vuggu kærleikans. Munum við leita friðar, bugðum umhyggju, sýnum kærleikan. Ef við höfum dýrmætt sannindi, þá munum við gefa þeim en selja aldrei ástina. Kærleiki okkar mun djúpt vöxtu og verða eflandi, að vera eldurinn sem brennur í lífi okkar. Amen.